Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú það myndlistin. Það eru komnar til mín Jóna Hlíf Halldórsdóttir og Brynja Baldursdóttir, myndlistamenn, velkomnar. Takk. Það stendur mikið til núna á laugardaginn í Listasafninu á Akureyri. Já. Þetta 5-föld opnun eða hvað? Já, það eru 5 sýningar að fara að opna á laugardaginn, 4 einkasýningar. Já. Og ein samsýning, finnsk-íslensk textilsýning. Já. Svo í ketilhúsinu kaktus að fara að opna. Já, eru þeir að flytja þangað bara? Já, ótrúlega spennandi. Það gaman. Og Deiglan verður pottþétt opinn og Almar og það eru lokað gili þannig að allir geta komið og bara þetta breytist í göngugötu þennan dag. En frábært. Þetta á laugardaginn og hefst klukkan 12. Já. Opnar húsin og klukkan 3 eru ræðuhöld en það svona verið að dreifa svo svolítið. Hvenær skálað? Djók. Það skálað allan daginn, bara klukkan 9 morgunni. Já. Fagna öllum áfengunum. Já. Og þið eru báðar með einkasýningar, ekki satt? Og Brynja, þú með bókverk? Já, ég að gefa út trílógi. Það eru 3 bókverk sem að heita Sjálfsmynd. Já. Og sem að sýningin heitir Sjálfsmynd í höfði og þrískipt þar sem ég túlka huga, líkama, sál. Já. Og þannig að ég ætla bara að bjóða áhorfendum inn fyrir. Við fléttur gegnum höfuðið á mér. Já, það kemst bara alveg. Bókin sem líka minn, já, bókstaflega, þá bara þú fléttur í gegn. Já. Ég lét taka sneiðmyndir sérstaklega fyrir bókina og það svarta bókin og svo hvítbók sem hugurinn sem fyrir mér svona óstaðbundin og út allt og svolítið svo blúnda og það eru myndir nánast ekki hægt að sjá sko, það eru bara svona ljósar og ljóst og hugurinn fer svolítið svona úr einu í annað, þannig að sú bók alveg ljós, túlkunin. Það ekki sneiðmyndir? Allt þessu myndir. Og gildabókin sem sagt táknað í sálina, að þar hef ég málað svona ímynda stjarnkerfi og prentaði í gildu. Wow. Og síðan eru völundarhúsin 3 á veggnum. Það eru stóra veggmyndir? Já, stóra lágmyndir sko, sýningin samanstendur af bókverkum og lágmyndum. Að þar túlka ég svolítið svona, fyrst lágmyndirnar, þú getur farið nokkra leiðir í gegnum húsið og þú lendir stundum á blindgötu en þá bara þarfst að rekja tilbaka og finna betri leið. En það sem sagt, það verkar líka þrískipt. Já. Þetta hljómar eins og svolítið yfirgripsmikið og búin að lengi að vinna þessu, það ekki? Ég er búin að vera rosalega lengi að vinna þetta. Man getur kannski sagt sko 2010 fyrir ég á Facebook. Já. Þar eru allir með þessar sjálfur og selfies og allt þetta. Þetta kannski mitt ansvar við það. Og maður fyrir svona að skoða, ég fyrir að vinna í verkinu þá og læt taka sneiðmyndirna sérstaklega fyrir verki 2011. Bítu, getur maður bara gengið inn og beðið sneiðmyndir eða? Nei, reyndar ekki sko. Ég hafði svolítið mikið fyrir þessu og ég bara svolítið svona, þolinmóð og fylgir mér sko. Já. Þannig að þetta hafðist í gegn. Og reyndar, var sett skilyrði sko, þetta ætlaði ekki að ganga. Það sagði sko, ok, ef að, ég náttúrulega borgaði fullt fyrir þetta og svona og þetta ekki gert. Ok, skilyrði að læknir kíkja á myndirnar, við getum ekki látið þetta frá okkur ef kannski sést eitthvað skrítið eða eitthvað. Þannig ég átti rosalega sérstakt símtal við læknir sem að skoða þetta. Já. Og með mjög skemmtilegan heila og svona og ég þú veist, en þetta sem sagt mín selfie sko. Já, þetta sneiðmyndir að heila. Já, með undir og öllu sko. Já, þetta ekkert fótósjöp þarna sko. Já, þetta svona en ég vissum að þetta selfies-æði og sjálfur hafa haft svolítið áhrif sko. Þetta bara mín leið. Eiginlega kannski andstæðan. Já. Og þetta svona 10 ára prósess, bara þetta ferðalag þitt. Já, ég sko mér verulega skerta starfsorku eftir bílslys og ýmisveikindi og og þá tók ég þann pólinn í hæðina sko, hvernig borður fíl, byrja á einu bita, svo bara heldur áfram, þannig þetta þessi sýningur nokkru fílar og ákvað, ok, þá get ég gert bara færri verk en bara
ég bara hef það vandara. Ákaflega áhugavert. Þannig eins og í mínu völundarhúsi, eins og okkur allar, að ég kannski var lengi í blindgötu í svartaverkinu sem satt líkamannum. Hugurum var frjáls og sálinn, þannig að við erum yfirleitt svolítið mistróska og við erum misjafnlega stödd í völundarhúsunum okkar. Akkurat. Og þá gæti ég unnið hugmyndanum að leggkoltið er alltaf jafn mikið upp úr hugmyndafræðinni og handverkinu. Þannig þetta tók bara tíma og og þetta er afraksturinn. Og ertu ekki ánægð með hann? Er þetta ekki bara... Jú, þetta hafðist. Frábært. En Jóna, þú ert svona kannski að fara ekki setja punktinn fyrir aftan punktinn á en þú ert að fara að snúa þér að svolítið miklu starfi í Gerðarsafni. Já, ég tók við sem forstöðumaður Gerðarsafns 1. ágúst á seinasta ári. En þá var búið að plana þessa sýningu. 2 ár síðan. Og en ég sem sagt samþykkti það að leggja listina til hliðar því að ég vil bara nota minn sköpunarkraft í Gerðarsafn. Og það er bara ótrúlega spennandi tíma framundan þar. Þannig að þetta er svona seinasti séns að sjá verk eftir mig allavega næstu 4 árin. Og ég er bara ótrúlega spennt að fá að vera með eina svona einkasýningu alveg í lokin. Og þú ert alltaf svolítið upptekinn af texta, eða ekki? Jú. Orðum? Já, orðum. Já, ég vinn mjög mikið með texta og þetta er textasýning. En ég er svolítið að vinna með líka myndina og hvað gerist þegar þú setur texta á mynd. Og ég er að vinna með myndir úr bók sem var gefin út í kringum 1960 sem hét Börn á Íslandi, var gefin út í Danmörku. Og þetta var svona til að kynna börnum í Danmörku hvernig börn á Íslandi eru. Og svo er ég að setja texta á þessa myndir. Ég stækka það upp, það eru svona svarthvítar og verður svolítið svona kornóttar. Svo setja ég text á myndina og þá gerist eitthvað. Það er eins og til dæmis það er 10 ára stelpa í þjóðbúningi og ég set orðið Íslendingabros. Og ég er svona að leika með þetta, hvað gerist þá? Og ég er svolítið að líka bara vinna með svona þjóðar ímyndina og hvernig við erum í hringrás. Er börnin á Íslandi í dag eitthvað öðruvísi en síðan 1960 og svolítið áhugavert að opna þessa sýningu eða þessi verk akkúrat núna eftir COVID og það sem er að gerast núna. Í Bandaríkjunum eins og kannski líka við. Þannig að Þannig að þú ert búin að vera svolítið tvöföld í róðun í vetur að vinna þessa sýningu og í Gerðubergi og nú getur kannski fara að einbeita þér að Gerðubergi. Já, þetta er búið að vera svolítið intense. Gerðursafni, er það ekki það saman? Jú, Gerðarsafn, ekki Gerðuberg, Gerðarsafn. Gerðarsafn, Margir sem rugla þessu saman. Já, en ég vinn mjög náið með manninu mínum, honum Hjálmari, og hann hefur hjálpað mér mjög mikið og líka bara að komast í vinnustofunum helgar og kvöldi. Þetta er búið að vera mjög svona intense. En mjög gaman. Frábært. Við bara hvetjum fólk til að kíkja á Listasafnið Akureyri, ef ekki á opnunina þá bara stendur sýningarna standa til 16. ágúst. Og það er kannski misjænt eftir sýningum en það er allavega sumari framundan og svo með að 200 manns mæta á opnunina og það verður kannski einhver sem telur inn eða þetta dreifa líka bara fólk yfir daginn. Já, er þetta ekki fyrsta sinn sem þetta er opnað svo snemma? Það voru út á COVID, sem sagt klukkan 12 svo þetta dreifa svona. Hvetjum fólk til að bara dreifa sér. Takk kærlega fyrir að koma og segja frá þessu Jóna Hlíf og Brynja Baldurs. Takk fyrir að koma. Takk.